Já, hérna sjáu þið rás, það sem sem sagt, þetta rásinn. Það eru 12 volt AC út á spenninum og þetta tengt í gegnum spólu. Það þetta hvíta hérna. Kjarninn hér, það teknaði sem strik hérna. Ég get sem tekið hann úr og sett hann í og svo bara pera hér. Svo sveiflusjáin tengt hérna annar própurinn yfir peruna og hinn própurinn yfir netið. Og nú sjáu þið að það engin kjarni í spólunni, hann er bara hér. Og þá sjá, hér tvær kúlur í fasa, hérna sjáu þið strömmin hérna 150 mA. Og þetta kjarnan í, hérna, á dopnaraperunni, sjáu þið. Og það að segja viðnámið, riðiströmsviðnámið í spólunni, það eykst. Nú fer rafmagni hérna fram og tilbaka. Og það þarf að búið til segulsvið og snúa því við og fram og aftur 50 fyrir sekundu og það tekur bara tölvöld afl og þá eykst viðnámið hér í spólunni. Riðiströmsviðnámið eykst og sjáum við þetta aðeins betur. Hér eru bylgjurnar sem sagt í fasa og hér setjum kjarnan inn í og þá dofnar það svo að perunni og bylgjurnar fara aðeins í sundur. Skoðum þetta aðeins nær. Hérna sjáu þið, þessi munur hér, það fasvikið. Engin kjarni og kjarnin í. Ef við stækkum þetta annars reynum að mæla hvað þetta langt hér á milli. Nú sjáum við hérna að, nú ég að færa þetta aðeins til hérna, svona. Hver rúða 2 millisekundur og hérna sjáum það 1 rúða, þetta svona 1,5 rúða cirka, sem þá 3 millisekundur. Sem að fasvikið og við skulum rekna það eins út á eftir og hérna sjáum við hvað strömmurinn, hann konir í 120 mA, hann var 150 engin kjarni, strömmurinn fer upp lítið viðnám, það að segja ekkert riðströmsviðnám, bara DC viðnámi hérna við setjum kjarnan í og kemur riðströmsviðnám, þetta X11 hérna og þá minnkar strömmurinn og því viðnámið eykst. Já, við skulum aðeins hérna fjalla hérna viðnámstrýtningana. Þetta er allt það sama, spennutrýtningar, aftrýtningur, viðnámstrýtningur. Hér eru 2 myndir. Þetta er riðströmsrás, þannig að þetta fer fram og tilbaka á 50 fyrir sekundu, 50 Hz. Hér er spóla með einhvern kjarna, hér er spóla með kjarna. Þegar það er engin kjarni, þá er mjög lítið span í henni. Span í spólu það er einfallega þegar að kringur leiðara eða straumur í leiðara þá myndar svona segulsvið í kringum hann, hornrétt á hann og það sem sagt, það segulsvið, eða eru margir vafningar, þá segulsvið sterkara, stærri hringir, fleiri hringir og þessir hringir þeir sem sagt segulmagna kjarnan og svo þegar að rafmagnið sem að renni hingað og hér niður, svo hættir það að renna, þá fylgst það segulsviði hérna í sem að snýri svo við og fyrir tilbaka og þetta heitir span og þetta er gefið upp í Henry. Þessi eiginleiki spólu, þetta heitir á enskunni induction og það er í raun að spólu hefur þann eiginleika að geyma, þar að segja, straumurinn sem að tíma að reagera, fara í gegn af því hann þarf að búa til að segulsviðið og svo þarf hann að snúa við og búa til aftur og snúa við, þannig að honum seinkar. Hérna sem þetta er engin kjarni, þá er straumur og spenna á saman tíma. Það kallar að vera í fasa. Hér er segulsvið og þá er straumurinn upptekinn eða búa til segulsviði hérna og svo að taka tilbaka, þannig að honum seinkar. Bílið hér á milli spennunar og segulsviðsins er kallað fasvik. Og gefum okkur að, það er að segja, hérna sem sagt, heil bylgja, hérna frá 0 í 0 eru 20 millisekundur. Þetta er 50 riðakerfi hérna, 20 millisek. Sem er hér á milli og 1000 millisekundur deilt með 20 millisekundum eru 50 Hz eða 50 svona bylgjur á sekundu. Gefum okkar að bylgja hér á milli sér 3 millisekundur. Hér á milli er 20 og hér á milli er 3 millisekundur. Og hve mörg prósent af 20 eru þessar 3? Það er bara svona og þetta er 15%. Og hvað er það marga gráður? Við fórum á 15.000 þetta eru 54 gráður. Og við tekna þýtingum svona. Hérna sem sagt er R-ið, hér er viðnámið, það hérna, og hér er spólan,
fasvítið hérna á milli 3 millisekúndur myndar 50 gráðu fasvíshorn sem svona. Þetta er bilið á milli straumsins og spennunar mælt í gráðum. 3 millisekúndur einfaldlega 15% af 20 millisekúndum og 15% af heilum hring og 20 gráður 50 gráður. Ok, nú séum hvernig þetta er mælt. Það er að þetta er mæla sem mæla þetta er gefið upp í Henry, millihenry, mikrohenry eða bara í Henry. Það er spanið. Við skulum mæla hérna spólu að ganni. Ok, hérna sjáum við spólu með einhvern kjarna, hér er kjarnin. Hérna er sem sagt mælir til að mæla þetta. Og hann mælir hérna, þið getur sjáðu þetta, sjá. 39,11 millihenry. Nú sting ég spólun í kjarnan, svona. Og þið sjáum núna að þetta breyttist í 126,8 millihenry. Fóru 30 í 120. Þetta er svona cirka fjórfaldaðist. Þegar engin kjarni, þá er samt vafningar, sko, þeir eru hérna vafningarnir og þeir eru með þetta málmi í sér, þannig að það er spólueffekt í þessu, það er span í spólunni, en mjög lítið. Svo þegar kjarnin kemur í, þá rýkur það upp. Þetta er svona, já, til að sýna hvernig spóla er mæld og hvað spóla er.